Jakob búinn að gera allt klárt sýnist mér. Þá getum við byrjað þetta. Stórleikur hérna framöndan hjá okkur. Og KR vinna þetta engan strax í upphafi. Vinstri fót úr efstu hillu þessi dama. Kara Guðmunds lítur hún á teginn, skýtur bara marki og þetta er svakalegt skot. Sophie Gilmettur að taka öllu sínu þarna. Sjá þetta aftur. Þetta var skotfæri fyrir Köru Guðmundsdóttur. Hún er nú ekki með slappan skotfót sjálf. Gerir þetta vel hérna, heldur flestir þetta væri fyrirgefin. Hún er pottettur að skjóta. Sophie verið þetta vel yfir hérna. Frábær sókn í KR. Það er hotspyrna sem KR-ingar eiga. Þessi hotspyrna er frábær og skallamarki rétt fram hjá aftur. Já, hérna. Móti nýliðum IPVF 3-1. Hér er verið að toga í Kötlu og hvað gerir Katla með skoti en þetta er varið af Sophie í markinu og Katla spyrir dómarann. Já, ég skil hana vel. Olga fær hann út á kantinn. Lætur hann aðeins renna undan sig, gerir þetta vel. Frábærlega gert hjá Olgu hérna, náður að koma skot á markið. Já, en það er laflaust og þetta er auðvelt viðureign fyrir Kælu Burns í markinu. Upp á 2000. Hann spilar á Selfyssingu núna. Frábærlega gert maður með boltan upp í hornið. Védís og skot og mark! Þetta er fyrsta mark leiksins. Það er Embla Dís Gunnarsdóttir sem skorar það fyrir Selfyssinga. Vá, ég misti bara orðið. Ég var svo takklátur fyrir þetta mark. Þá fá að heyra samband tónlist í græjunum. Já. Ég talaði um þetta í fyrri hálfleik, Selfyssinga þurfti að þora að halda boltanum en fór að gera það í seinni hálfleik og það er búið að skila ávöxtun strax. Sjáum þetta aftur hérna, frábærsending og Védís gerir þetta virkilega vel, finnur Emblu, lítur upp og kloppar fyrirliðan sem ég er búinn að nefna, búinn að vera besti með allar. Sagði hann Leo í hálfleika, sem hann sagði áhverju þar að fyrsta marki leysir oft leikina úr læðingi, það er alveg rétt, Rakel. Fín hugmynd þarna, og hvað? Skotamarki en framhjá. Garðars á Ragnheiði, við viljum meira frá henni. Hún er í boltanum og er í stuði, þá gengur KR-ingu vel. Hér er vinna Selfyssinga boltan. Védís á Olgu Lind, hún er eldfljót, en er hún svona fljót? Já, heyrðu, þvílíkur hraði. Og Kæla kemur út úr markinu og ekkert á þetta, segir Jakob. Áfram með leikinn. Þetta er heldur en fyrirbært tímabilsins, það er nú ekkert nýtt. Ólöf. Og hvað skot til hún hérna og frábært skot en vasslan aftur hjá Sophie Gilmett. Kara Guðmundsdóttir. Hann dóma þetta svona 7 mínútur eða svo. Ég held að Sophie verði að vera maðurleiksins í dag en hér er klaufalega gangur í vörðinni og KR-ingar og Olga Lind. Hún er komin ein í gegn og hvað gerir hún? Hún klárar þetta stórkostlega. Þvílíkt mark hjá Olgu Lind Gestsdóttir. Já, hérna hér kæru áhorfendur. Nú fyrir byrja sambandtónlistin og ég skil það vel. Þetta replay ætla ég að nýsta aðeins til áður en ég sýni ykkur það þetta var á það skilið. Skulum sjá þetta aftur núna. Það er langur bolti frá Sophie. Bolti skoppar hérna yfir alla vörn KR-ingana og Katrín Ásta nær ekki til hans en það mæti þessi Olga Lind Gestsdóttir, takk fyrir. Sóli fær henni tilbaka. Fín sending núna hjá henni. Íris á Köru, hún er nú komið sér skotfæri, nei, boltinn endar þarna hjá Kötlu. Og hér brotið á Kötlu eða hvað, já, það er vítaspyrna. Fer þetta niður í teignum. Og hún skorar af miklu öryggi, frábærlega gert hjá henni. Staðan orðin 2-1 fyrir heimaliðinu núna, KR-ingar minnka munin. Fáum við dramatíkinn í lokin.